Góðan daginn og velkomin í 50. þáttir minn hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Í dag mánudagsmorgunin 12. nóvember 2018. Styttist í aðventun og allt það. En í dag ætla ég að fara yfir klárinn, verk í vinnslu, hvað á döfinni og hvað datt í pokann. Og sjálfsögðu vil ég byrja á því að bjóða okkur öll hjartanlega velkomin, gömul og ný. Og okkur vantar bara 4 til þess að ná upp í 200 áskrifendur á rásinni. Þannig að ef að þú ert að horfa reglulega á eða ert að detta hérna inn eða hvernig sem það og ert ekki orðin áskrifandi, þá verður það mjög vel þegið ef að þú smellir á áskriftarnappinn og þá sérðu þau inn á YouTube-rásinu þinni þegar ég seti eitthvað nýtt efni hérna inn og náttúrulega þumalinn upp líka ekki verra en mér minnast, þumallinn niður þýðir ekki neitt fyrir mér af því að ég veit ekkert hvað á baku það, þannig að kemur ekkert upp við svoleiðis. Þið afsakið þá ég að kíkja hérna niður, ég með minnispunkta einfaldlega af því að það mánudagsmorgun og annar kaffibollinn hérna að renna ofan í mig. En í gær var ógeðslega skemmtilegur dagur, ég segi frá því aðeins og eftir. En ég ætla þá bara að vinda mér í klárinn og fyrst það hérna sem eiginlega ekki mitt klár og ég á eftir að klippa hérna enda á eitthvað svoleiðis. En jú, það faktist mitt klár þó ég hafi ekki byrjað á því. En ég fekk hérna dúlluteppi í hendurnar og frá frænku minni og beðin að setja það saman. Það var búið að hekla utan allar dúllurnar og festa nokkra renningar saman og ég hugsa með mér ef ég á að koma að þessu og taka við þessu þá verði ég eiginlega að rekja það upp og enda var viðkomandi eða frænka minni ekki ánægð með það sem hún var búin að gera í þessum kantamálum, þannig að ég rakti það upp. Þvoði svo allar dúllurnar og strekkti þær, þannig að þau svipað allar jafn stórar hekla þessu utan eða það sem að þetta sem ég rakti upp til þess að geta haft þetta allt eins og fínt og svo eyddi ég föstudeginum og laugardagsmorgnunum í að hekla teppið saman. Þannig að nú þetta orðið svona kósí sjónvarpsteppi og þetta svarti liturinn sem heklaði kringum alla dúllunar og teppið heklað saman með bara svartur fabel og dúllunar úr Drops Delight, þannig að litskipta garninu. Þannig að nú þarf ég bara að snyrta endana, þeir eru víða og koma þessu af mér og bara ágætt að þetta búið svona alltaf vorum að tala það í gær í svona prjónaheitinga, alltaf skrýta og erfitt að fá í hendurnar eitthvað sem annar hefur gert og ég klára þannig að viðkomandi verði ánægður en ég veit að þessi frænka mín verður ánægð. Síðan það klárið og það Gable Cap eftir að Tabitha Gandhi í Hey Sister Yarn Co. Handlitra já, hún og systirinn eru saman með fyrirtæki Hey Sister Yarn Co. og eru líka með podcast sem kallað bara Hey Sister og ég keypti þessu bara Ravelry og hún var svona mjög ávanabindandi og það alveg skrifað, ég fór eftir skrifaði textanum og það auðveldra heldur myndin og þetta, maður algjörlega leitur í gegnum þetta lúkkar voða flókið en bara alls ekki flókið og þetta voru úr guðdómlega garninu frá henni Kristínu í Vatnsnes, Blueface Lester 100% DK Superwash og liturinn Pop. Þessi algjörstæði og svo húfan hér.
og hún algjört æði. Og svo það bara dúskapælingar. Mér langar alveg svaðalega að hafa dúsk á henni. Og það og þessum sem að ég var að klára í síðustu viku líka. Þannig að hér ég með 3 húfur og 1.000.000 dúska. Ég veit að á þessa húfu verður að vera gerfi af því að þær eru vegan. Og ég á sletta af þeim, ég pantaði það eftir hjá okkur á Etsy. Og þeir eru með svona löngu bandi. Þannig að maður þræðir bara bandið ofan á kollinu á húfunni og gerir svo bara slaufu inn í og Bob's your uncle. Eða Bobby frendið. Og þá ekkert mál að losa það af þegar það að þvo og svona. En það var bara, þú veist, þá bara finna rétta litin. Það ekkert í staðan finnist og já, þegar ég var búið með hina húfuna, þá kannski ger ég bara hennilega dúsk úr afganginum af gatninu. Veit ekki alveg, ekki svartur allavega, en hinir kom allir til greina. Og síðan það þessi gráa. Mér langar að setja einmitt meira fluff á hana. Það var spurning með svona gráan. Það getur verið svolítið flott. Og svo þessi gæi. Sko, mér langar ekki að hafa eitthvað svona sem að reyndar geti svartu verið fínna því hann dregur svolítið fram litin í húfunni. Já, þetta eru pælingar þessa morguns, hvað skal gera í dúskabransanum. Og ef þið viljið, ég held ekki, sko ég veit ekkert hvort þessi búð sé ennþá á Etsy sem að ég keypti þessa faux fur dúska á Etsy, en ef ykkur hefur áhuga þá bara skrifið hér undir vídeóið og ég skal gá hvort ég finni linkin afsakið á þetta. Svo búin að vera 2 svona andvökunætur undanfarið, þannig að það verður örugglega eitthvað geispa hérna. Ekki bara af því að ég að tala mikið, heldur bara af því að ég búin að sofa of lítið. Þannig að það húfuklár og teppaklár. Og ég svo sem vissi að ég myndi ekkert ná að klára neitt meira einfaldlega því að ég er með svo mikið að peysum í gangi og þurfti að sauma töskur í eina pöntun og náttúrulega ganga frá þessu teppi. Og ég var að undirbúa mig, ég er enn að bíða eftir að fá viðgerð á hendinni og átti að fara í það núna föstudaginn. Og ég sett mér markmið að vera komin á ákveðinn stað í öllum þessum peysum sem ég er að reyna að rusla af. Og þegar ég var búin að átti eftir eina umferð í síðustu peysunni fyrir þetta markmið að þá hringdi síminn og læknirinn ennþá veikur. Ég átti að fara fyrst á miðvikudaginn, svo föstudaginn og því að fresta fram á föstudaginn núna í þessari viku. Og ég veit að ég verð úr leik í svona 3-4 daga af því þá ég fæ svona bara botox í hendina til þess að losa hennar spasma sem er í hendinni. Þannig að mér langar að vera komin svona á ákveðinn stað. Nú þetta símtal breytt því öllu þannig að það fór allt í rugl. En það er alltaf lagi. Það er skal ég ekki segja, það er engin prjónalega á þessu heimili, en prjónalegan er komin í hingað samt. Þetta æði. Þetta er eitt af þeir sem datt pokan í gær, segi eitthvað svona eitthvað frá því, en ég fór að prjóna með Tjarnardísonum í gær, niður Tjarnarbíó, og var náttúrulega búin að sjá þetta merki á Instagram að þetta væri komið í Gatbúðettu í Hafnarfirði. Og mér langaði náttúrulega ógeðslega mikið í þetta því ég er alltaf að tala prjónalöguna mína og það var einhver einn, ég segi eitthvað, ég verði að fá svona, og það var einhver einn sem segi, já ég fór einmitt og keypti fyrir 3 ára og ég get alveg keypt fyrir þig og ég bara já, æðislegt. Og svo þegar sú kona var að fara þá segi ég og ég bara láta hafa pening og svo bara lætur mig hafa merki næst þegar við hittumst. Og hún var með merki sitt á töskunum sinni og þá segir einn sem stendur við hliðina á henni, láta hann bara hafa þitt og keypt þér nýtt. Þannig að við sem ekkert kunnum myndum hittast næst. Þannig að
Ég vona bara að merkin sé ekki uppselt, annars lætur konan mig bara vita og ég lætur að hafa það aftur. Þannig ég kom með prjónuleikumerki á töskunum mína sem ég veist bara algjörstæði og þá er ekkert úr vegi að tala um hvað er í þessari löggutösku, en það er hérna bútur úr teppinu mínu hérna From Grandma with Love og ég var að dunda með við það á prjónahittingnum í gær og gerði eina dúllu á milli skemmtiatriða. Þannig að nú eru komin 3 dúllur. Klikkaði aðeins á þessu markmiði að gera 2 dúllur á viku, en sagði ekki bara 1 til 2. Skiptir ekki öllu. En þá er ég komin með 3 og ef að reikningsgáan svíkur mig ekki, þá næ ég í 3 í viðbót. Þannig að ég á að standa upp með 6 dúllur úr hverjum lit af þessu finnska garni sem ég gifti á samyrkjubúi í Svíþjóð í sumar. Og svo nota ég bara hvíta flóru í kantinn. Og þetta er sem sagt hérna húsbílateppið okkar. Þannig að það er eins gott að vera ekki út húsbíl annars veit ég ekki. Nei, ég segi svona. Síðan er það hérna Little Red sem er ekki komin í póka ennþá því ég hef ekkert, hún er alltaf bara við hliðina á mér en ég ætla að setja hana í hérna ég ætla að setja hana í Fringe Supply töskunum mína núna. Little Red er sem sagt pröfuprjón sem ég er að gera fyrir mínu Philip The Knitting Expert og nú þarf ég að spýta í lógana af því að Hrafntinna ætlar að halda upp afmæli sitt á næsta laugardag og þá ætla ég að vera búin með hana og gefin hana. Það er svo sem engin ósköp eftir, það er bólurinn og svo eru ermarnar. Það er bara að þetta verður bara sett í forgang núna og kaðallinn er hérna á leiðinni niður og það er alltaf bara svona smá hérna á milli af því það er kaðalla framan og aftan. Svo fer það að fara að breytast því ég er búin að sauma prjóna ákveði marga sentimetra hérna frá handveginum og niður á búkinn. Þá gerist eitthvað nýtt. En hingað til hef ég ekki verið í neinu vanda með þetta. Hlakka bara til að sjá loka útkomuna og þetta er eins og marga áður hefur verið sagt er Austumann Stepp sem er til í Galleri Snotru. Og nú er það komið í svona fínan póka frá Fringe Supply. Þá fyrir það bara hérna til liðar. Síðan er það Arbor peysan mín. Arboril sem er eftir Jennifer Steingass. Ég keypti hana bara rafirli, hún er til á ensku, dönsku og norsku, svo er skrift. Og þetta er sem sagt, þetta garn er systir garnsins hérna í Whitehorse. Þetta er sem sagt hérna Holst ullagarnið, nema í Arboril er 70% ull og 30% silki og það er munsturbekkur hérna en hann verður mjög svona penn af því það er ekkert ómikið kontrast á milli litana en mér finnst það bara allt í lagi af því þetta á að vera svona ekkert einhver æpandi peysa og ég er með garnið tvöfalt í henni eins og ég gerði þessari til þess að fá réttan grófleika og sagði okkur frá því síðast að ég hélt á munsturlitnum þessum gráa og hvíta saman og hvíti er gelisk tínd úll og hinn er bara líka hérna 70% ull og 30% silki hérna grái liturinn Holst. Þannig að ég er komin niður fyrir ermar á þessu og er bara að prjóna mig niður hérna þá að vera svona mittis dæmi, taka úr fyrir mittinu og auka svo aftur út og
og þar fyrir með eftir göttunum. Þannig að það er svona næstum heilalaust af því að hann ætla ég ætla ekki að gleyma því að setja inn þann hluta. Síðan er það Ingalls. Ég var líka að stara hann í og ég var einmitt í henni þegar það var hringt á sjúkrahúsinu og tímanum fyrir að stað. Og ég bara kláraði þá umferð og laði hann svo frá mér og fór að gera eitthvað annað. En það er svo sagt komið pláss fyrir ermar og þetta er færeyska ullin úr Lill prjónabúðinni, Snælda. Það er rosalega fallegt gagn og gaman að prjóna úr því. Hlakka til að sjá hvað gerist þegar það verður þvegið. Þessi birta sko. Og við Linda Hipp Barbanett vorum einmitt að tala um það, hún er að prjóna svona peysu líka, að það náttúrulega er svona gatamynstur á þessu og þá sést náttúrulega munsturliturinn í gegnum götin, en það, maður verður bara, og það pirraði mig og pirraði hana, en maður verður bara að ákveða það að þetta er bara hluti af hönnuninni. Maður verður bara, þú veist, go with flow. Ég er að kafna þenni í þessari peysu, það er svo heitt í húsinu eitthvað núna. En ég þarf bara að fara að vinda upp á meira af þessu karríkula garni. Smá kaffi. Síðan er það síðasta verkið af vinnslu sem ég hef unnið í þessari viku og það er Turtle Dove. Og eins og sjáu þá verður hún mjög, ég veit ekki hvort þið sjáu það, en hún, jú þið sjáu alveg puttan á mér hérna. Hún verður mjög svona gisinn og fluffy, en mjög cozy örgla. Og ég hafði kragan yfir lengri en uppskriftin segir. Og hérna er það sem vitin er, þar byrja ég að prjóna slétt og byrja að gera útaukningarna fyrir ermarnar. Og þetta er bara Turtle Dove á Ravelry og er frí uppskrift eins og allar uppskriftirnar frá Espastrico. Og ég prjónaði þær nokkrar og þær eru allar bara rosalega fínar og vel unnar. En þetta er bara, sko, þær eru að gefa út uppskriftir sem að þær getur alveg mokað inn peninga á, en af því þær eru bara mjög vel skrifaðar og mjög flottar en þetta er bara, þetta sé bara hluti af því að sýna garnir sem að þær eru að selja. Það er náttúrulega nota garnir sem er í verslunni hjá þeim til þess að búa þetta til og þær eru að sýna hvað hægt er að gera úr því og auðvitað er það mjög gaman ef maður getur búið til eitthvað í kringum það eins og búa til uppskrift og láta fylgja með. En í þetta er ég að nota alpaka tvít frá Scholar Stól sem ég keypti í Gallerí Snotru og ekki Espastrico. Og þetta er bara alpaka tvít, búin að þylja upp fyrir ykkur áður hvað er í þessu og þetta er bara æðislegt gagn. En þetta er pínu svolítið eins og alpaka bouclé frá Drops, að ég var pínu þreytt að prjóna úr þessu af því að þetta er svona tvítið er í þessu eða svona einhvern veginn. Þannig að ég gerir bara nokkrar umferðir í einu á henni. Þannig að þá er ég búin með prjónaverkin í vinnslu. Ég fór aðeins að spinna og ég átti eftir að klára ullina sem ég keypti mér þegar ég ákvaði að vera spinnari í fyrra sumar. Þá fór ég í Þingborg og keypti mér 4 hnoðra. Ég hef sýnt ykkur og sérst 2 og 2 og ég var búin að sýna ykkur hina hespuna, það var svona brúnleitt ull, en svo er þessi mikið ljósari með svona bleiku fluffi í og það er ennþá svolítið svona olía í garninu
þó ég sé búin að þvo það og allt svo leis. Þannig að það er mjög mjúkt ennþá og hérna, en ég á eftir að setja þetta í eitthvað á samtíðinu. Þetta samt er alveg ull, sko, þú finnur, fæstir munu geta verið með þetta hérna, 80s, hérna, með þetta alveg svona. Þannig að ég veit ekki alveg hvað þetta verður, en þetta verður eitthvað tímann. Hluta af hlýrri peysu eða eitthvað slíkt. Þannig að það er þetta í og hann stækkar alltaf, nú séu svo erfitt að sýna ykkur. Ég er með hespun og beint fyrir framan núna. Þannig að það sem að taskan er með bláa blóminu, hvíta grunnum, þar er komin svona box sem er að vera fullt af svona handspunnu. Og rull sem ég er búin að spinna úr og þrífa og gera fína. Og þá tók við að gera úr Jinx yarn. Ég sýndi ykkur hérna fléttu daginn sem ég keypti þegar hún var með síðustu uppfærsluna sína í netverslunni og hún var að hætta að lita. Og mér hefur lengi langað að eignast eitthvað eftir hennar og hún var með þarna nokkra svona ullargæja og ég ákvað að fá með það. Og ég skipti ullinni í tvennt og er búin að spinna sem sagt annan helminginn. Og hinn helmingurinn er í vinnslu núna og svo rúlla ég þessu saman og þetta verður garn. Mér finnst þetta ennþá jafn merkilegt fyrirbæri. En það er frekar, hérna, þetta er sérst meira á superwash ull og mjög stutt í þræðinir í henni, þannig að það þarf ekki mikið til þess að það, ef maður er yfir spinnur eða heldur ekki, eða næri ekki að láta fara nóg af fluffi saman, að þá slitnar auðveldlega og til dæmis í þessum þá týndi ég hérna endan með eitt skipti þegar það slitnaði. Það hafði verið orðið það fingjart og búið að skerast eitthvað þar í að það hvarf onni, þannig að því ég fer að spinna þetta saman þá verð ég bara treyst á að hraðinn nái að rífa það upp þannig að ég finni þann enda til þess að halda áfram að vefja keflin 2 saman í eitt band. Það kemur bara í ljós. Þá er í rauninni bara, ég búið með klárinn og verkinu vinnslu og það sem er á döfinni er að klára það sem er í vinnslu. Það eru þessar peysur sem ég var að sýna ykkur. Það er húfa í gardgönguhúfa bara með bláum lit hérna. Það eru sokkarnir gulu sem ég byrja á fyrir löngu og er mjög lítið komin áleiðis með af því að það er bara ég þarf að hérna stækka upp munstrið á því. Ég á svolítið ég er bara komin á þann aldur þar sem augun orðin meira vesen en það voru og ég þarf bara að stækka munstrið svo ég sjái hvað ég er að gera. Síðan er Vertices Unite sem ég er að gera bara úr alls konar klikkuðum litum. Það er þetta langtímaverkefni á samt hekklaða teppinu og sem ég ekki sýnt ykkur lengi og ekki heldur því sem ég er að prjóna úr Fabel garn afgöngum. Hvað á ég meira eftir? Já, hvíta peysran úr Alpaca Boucléinu og svo gula hana Onyx peysan sem ég bara ennþá rétt hérna í beristykkinu sem verður svona fyrir sumarið, þannig hún er kannski ekkert eitthvað mér ofalega í huga akkurat núna. En þar sem að ég ætla að nota jólin í að vinna í þessum teppum held ég. Og þá mun ég sýna ykkur í síðasta þættinum fyrir jól hvar ég hef stödd í teppinum þeimur og hvað mér verður ágengt með það ef að ég læt af því verða eða verður ekki einhver annars grattakollans uppfits æðiskast búið að koma með. En það er ekkert svoleiðis í mér eins og er. Það er bara að forðast að rafverli og horfa á podcastara sem eru bara
ennþá að vinna í sömu verkefnum og þau voru í sumar, þannig að þeir get ekki freista mín með einhverju nýju. Þannig að ég er alveg komin með lista með það sem að mér langar að fara að gera, en það verður að bíða. Ég var búin að tala við ykkur að ég ætla að rekja upp Wool & Honey peysuna sem ég er að gera úr Vatnsnes drafnargarninu sem ég pantaði hjá henni á handverkshátíðinni, og ég ætla að rekja upp og ég ætla að prjóna það saman hérna með, byrja upp á nýtt og prjóna saman hérna með þræði af móher, silkmóher sem Sandnes-garn sem ég var að kaupa í Rúmfó, og þetta er bara litur 10-12, þetta er bara svona off-white, þannig að hann er ekkert að fara að stela eitthvað af þessum gráa grunni hjá Kristínu með þessu svarta spekli. Og ég held, ég ætla að sjá, ég ætla að gera prjónahaustapröfu og ég held að ég muni komast upp með að þurfa ekki að vera að rótera hespum, af því að þetta fluffið mun fela svolítið eða kemur eitthvað svona púling eða svona það sem að, en garnið er bara þannig lita hjá Kristínu, ég held að það muni hvort þið er ekki gerast. Maður getur svona svolítið séð það, og með það sem ég er búin að gera í peysunni, ég er svona alveg búin með beristykki, að það er engin merki um það. Þannig að ég fer í þetta þegar ég er búin með eitthvað sem peysum að rekja upp Wool & Honey og gera það klárt með silki móherinu, og það er svo fallið, ég fór í Rúmfó í gær og það er svo fallið litur í þessu móheri, og já, bara, og svo er eitthvað önnur típa sem voru með þarna, ég man ekki hvað kallan, en það var svona svipa á Air og Sky frá Drops, nema aðeins meira fluff eitthvað neginn. Það var líka óbúslega fallegt, margt fallegt, gafnir fallegt, en þannig að já, þetta datt í pokann. Þá best að ég bara sýna ykkur hvað meira datt í pokann. Keypti 5 hespur af þessum móheri, og síðan hafði ég fyrir einhverjum 2 árum prjónað jólasveinahúfu á Hrafntinu, og það kom ósk frá mömmans að fá svoleiðis á heima, þannig að ég keypti þetta var á brjálugu tilboði í Rúmfó. Þetta Merino Blend DK. Bara snilt fyrir krakka að geta hendur sér í vélina og ekkert vesen, og líka þetta er náttúrulega bara að nota á aðventun og mjólinu, þá þarf það ekkert að vera fancy, þannig ég keypti nóg í það. Og svo keypti ég með Tinnu blaðið, á eftir að skoða það svolítið, en þetta er náttúrulega bilun að kaupa sér bara blað þó að það sé ekkert í því sem að gargar á mann, en svo þegar maður sér kannski einhvern annan gera eitthvað úr þessum uppskriftum, og þá oft fattar maður alveg bara, já, ég get gert þetta. Mér finnst reyndar þessi Garðabrúns peysa mjög smart. Það er rosalega mikið svona grófar og víðar og juicy peysur. Og þessi með ísettum ermum og mynstri. Þannig að jú, ég á örugglega eftir eitthvað tíman þegar ég verð eitthvað áttur að gera mér eitthvað úr þessari. Og síðan í gær hjá Tjarnardísonum, þá kom hún Lilja sem er Lilja Knittar á Instagram og sagði mér og ég spurði hana, ertu búin að gera ykkur fleiri póka? Hún segi, já, ég með svona svolítið jólalegan, og ég skoði hann á netinu og bara, við gerum smá díl með það, og ég fekk pókan og hún fekk póka hjá mér. Og þessi er æði, hann er með svona gylltum botni, kassalaga, dregin saman á ofan og með svona
djúsi leður massífu geggjuðu. Og þetta bara svona, þarna er bara að nýta það sem að til fellur. Þetta er svona flauel hérna utan snúruna. Og ég get ímyndað mér að þetta séu eitthvað gamla svona gamli gluggakappar eða svoleiðis. Ég er ekki að segja að það séu notaðir en þú veist, þetta minnir mig á eitthvað svoleiðis sem ég sé eða viskustykki eða eitthvað slíkt. Og þessi náttúrulega bara stendur eins og bara fínast skál, það þarf ekki að eiga við hana. Þannig að þetta verður aðventutaska. Síðan tók ég þátt í svona aðventuleik á Instagram sem að var í gegnum hana Debru í hérna Queens of our Castle podcastinu og einhverju öðrum podcastara. Þær voru með maður skráði sig og svo maður paraði við eitthvað og hérna ég var pöruð við konu í Danmörku og við sögðum hvernig við vildum hafa pókana okkar og svo ákváðum við upphæð fyrir eitthvað svona auka sem að var þá svolítið stílað inn á það land sem að við komum frá. Þannig að ég sendi henni, það var hérna alveg brjálaður afsláttur á litabókinni eftir Gunnarsbörn. Litabók fyrir fullorðna, ég keypti hana, ég gaf henni náttúrulega íslenskt súkkulaði og svo handlitagatn eftir mig og náttúrulega töskuna sem ég saumaði. Og svo fekk ég hennar og ég fekk svona flotta rós og ég verði að bíða svolítið eftir minna þegar voru betra efninu. Þetta er svona rose gold, rósagulls litir sem að ég er alveg óð í þessu dagana. Og í því var hérna póki af svona flöðaskum nammi ykkurju og svona marsipansúkkulaði og það er ekki lengur til. Ég veit ekki hvað gerðist. Það er bara til. En þetta er bara mjög svona sæt og plain taska. Ég reyndar sakna þess alltaf að sé ekki hérna handfang. Ég vil hafa handfang, en hún verður alveg klárlega notuð bara af því að efnið er geggjað. Ég fekk hérna jólate frá Yogi sem fyrir notkun og síðan hérna mjög sniðugt svona hulstur utan málband úr leðri. Þannig að þá er málbandið ekkert að flækjast út allt. Maður getur bara flækt í töskuna. Og síðan fekk hún frá hérna Manos del Uruguay, Alegría, Superwash Merino og Polyamid handlitaðan guðdómleika. Þetta er rosa tóma að orta að horfa á, það er mikið grænt í þessu sem er hugsað til þín. Og þeir sem að hérna þekkir þetta fyrirtæki, þá er þetta hérna, fyrirtæki sem er að Manos del Uruguay er að hjálpa konum sem býr út í Uruguay í sveitunum og það er að hjálpa konum að verða sjálfstæðar og geta framfleytt sér og verið með öðrum konum. Þetta er svona hérna The aim of the organization is to bring economic and social opportunities to rural women. Þannig að þetta er svona, já, samyrkjuverkefni. Og það er meira sagt hérna hver er litarinn. Þetta var litað í Dragón í Uruguay og ég sé ekki alveg hvað hérna litarinn heitir, en það er næri lína. Þannig að mér líður alltaf voða vel í hjartanu þegar ég fæ annarkvort kaupi eða fæ gefið garn frá svona samtökum. Ég fengi 2 aðrar höspur sem að systir mín keypti í Ameríku. Þetta eru 405 metrar í 100 grömmunum. Þannig að þetta fer í eitthvað. Hugsanlega verður þetta bara svona, gæti alveg orðið bara svona plain vanilla sokkar.
Nei, ég ekki geispa. Síðan það aðventuleikurinn á Ravelry í hópnum mínum. Ég held að það sé útilokað að leið 2 verði farin af því að það bara ekki nóg að við séum bara 2 í því þegar við þurfum að vera 5 og það enginn búinn að skrá sig í viðbót. Þannig að ég ætla að leyfa því að vera opið þessa vikuna og sjá hvort að eitthvað gerist. Og þetta í rauninni, eins og ég hef sagt, þetta ekki flókið og þarft að eiga allavega 6 hespur, 20 gramma hespur, og skiptir þessum 20 grammum í 4 parta. Þannig að þá ertu komið með 4 pakka af 6 litum sem eru 5 grömm hver og sendir á okkur 4 aðra og okkur 4 aðri senda á þig. Og sem sagt, já, og þá meiri segja sko, ef þú átt bara 10 gramma gæja og skipt þeim í 2 og sendir á þessa 4, þá, þú veist. En það ekki hægt nema að við séum allavega 5 í þessu því að þó að ég nóg gatt til þess að vera 3 í viðbót, þannig að við verðum 5, að þá nenni ég ekki fyrir að senda mér 3 pakka. Þannig að við sjáum bara hvernig það verður, en endilega þetta mjög skemmtilegt og ég var að fá fyrsta pakkan úr leið 1 í gær og veit að hinn að fara að leggja af stað í dag og minnir farin suður. Ég paraðist með 2, minni farin suður til annara og hinn að fara í póst á eftir. Og hann rosa flottur. Mín ekki svona flottur að ég átti ekkert svona fínt kassadót eða neitt, þannig ég mitti bara í svona poka og hver hespa pakku inn og mert og síðast náttúrulega bara stærri, veglegri. Þannig að ég hlakka til að þú veist, á ég að bíða á ég bara að bíða þangað til í desember með þetta. Held að ég geti það. Og hún að endurnýta hérna kassan sem ég finnst alveg frábært. Þetta sérst úr dagatalinu frá Vivid Wool síðan í fyrra og hún endurnýtti bara kassan. Það stendur hérna Garð frá sem hún skrifar inn og svo kemur Vivid Wool og svo fyrir neðan setur hún og fleirum. Þannig að það Garð frá Vivid Wool og fleirum og aðvendudagatal 2017 stóð hérna og hún setti bara 2 stjörnur, þannig að það 2018. Stalgstæði og svo örugglega einhver megafalleg hespa hana inni. En ég vona bara mínar verði sáttar. Ég þó að sé kannski ekki heimsins fallegasta innpökkun eða eitthvað svoleiðis, þá kellingur í hverri hespu. Og mér fannst ótrúlega gaman að fara bara yfir afgangana mína og sjá hvað ég á og við vorum að tala svolítið það mitt í gær. Já, nú erum við bara komin svo niður í blaðrið. Ég var sérst niður í Tjarnar bíó kaffihúsinu í gær að selja töskurnar mínar og að prjóna með þessum yndislegu Tjarnardísum. Og við vorum að tala hvað var hægt að gera úr þessu og svona. Og það ýmislegt, sko. Það náttúrulega fullt af uppskriftum hjá Stephen West sem hægt að nota og það eru fullt af uppskriftum inn á Ravelry sem hægt að nota. Helen Stewart var að gefa út rosalega fallegt sjal sem miðað við að nýta svona litla afganga og Mina Philip The Knitting Expat, hún ætlar að gefa út svona safn af uppskriftum á næsta ári, sérstaklega gert til þess að nýta svona minis í. Og ég ætla að hafa þannig að það sem kemur upp og þessum kassa sem ég var að sýna ykkur, það verður bara alveg sér og líka frá hinni sem ég á von á. Og svo keypti einhver sér óvart, sko, ég var ekki búin að gleyma því, ég var búin að kaupa mér aðvendudagatál en svo, þú veist, það var bara svo langt síðan. Svo setti hún Hafdís hjá Vivid Wool á
inn á Instagram minni mig að það væri bara 6 dagatölu eftir og ég bara keypti mér eitt. Þannig að já, stelpan verður vel sett af mínís eftir þetta. En já, þetta, ég ákvað að leyfa með þetta bara. Og ég meina, ég veit ekki hvað hendi mér lengi úr leik, þá allavega hef ég eitthvað til þess að strjúka. Nei, ég svo sem veit að eftir þessa 3-4 daga eftir þetta inngrip þá á ég að byrja á að æfa fínhreyfingarnar og hvað er betra en að prjóna. Þannig að já, það var æðislegur dagur í gær. Ég fekk að vera með svona pop-up búð í Tjarnarbíó kaffihúsinu. Það sem að við hittumst 2 í mánuði á sunnudagsmótnum og prjónum saman, drekkum kaffi og borðum góðar morgun hádegisverðdæmi og bara búin að kynnast fullt af yndislegum konum hana og ég veit, af því að riðlaðist aðeins til hjá okkur núna þá næsti prjónahittingur á sunnudaginn kemur þar og endilega ef ykkur vantar prjónafélaga, þú veist, ég þekkti ekki kjaft þegar ég fór þarna fyrst en núna maður bara all in og endilega drífi ykkur ef ykkur vantar félagskap eða eins og ég bara, þú veist, innblásturinn, oh my. Og ég var semst með töskunum mínar og það var önnur kona með aðra hluti líka sem mikið af þeim selt niður í litlu hönnunarbúðinni í Hafnarfirði. Meðal annars var hún með blómapotta þar sem að þeir eru á hvolfi og plantan vex neðan úr. Þeir eru reyndar ekki komnir í sölu og bara sýna okkur það og á von og sendingu. Mér finnst allt svona alveg sjúklega spennandi. Svo vorum áslega fallega svona jólatré, lítil sem þú gast keypt með skreytingum eða án og sniðugt fyrir eins og fyrir mömmu mína sem inn á dvalarheimili og með lítið pláss. En á fullt af fallegum svona jólamunum að geta sett svona lítið tré á borð og blinga það upp. Og já, svo var hún með töskur úr endurunnu plasti sem voru mjög vígalegar og dúska sem hún gerir sjálf en það sem hún var með þar hún ekki að fara að gera fleiri, bara einfaldlega því það erfitt að gera það og hún ekki eittar sjúklingur, reynir of mikið á hendurnar. Þannig að það var mjög gaman, það fór alveg haugur á töskum og ég satt svo þegar ég kom heim í gærkvöldi og reyndi að uppfæra vefsíðuna eftir bestu getu, ég vona að sé allt í lagi þar og ég reikna ekki með að gera fleiri töskur á þessu ári. Það verður þá helst að ég setji í nokkrar jólatöskur, einfaldlega því að ég veit ekki hvernig þessi gæi ætlar að hegða sér. Þannig að það sem í búðinu núna verður bara, það mun að öllum líkindum ekki bætast við nema kannski einhverjan örfá jólatöskur. Því ég bara með nokkrar svona vetrarlegar og það eru einhverja 5 sem eru alveg jóla og þær eru allar á dökkbláum grunni, þessar 5 og kannski skemmtilega að gera einhverja svona ljósari með. Og þær eru, þessar 5 eru allar í þessu hefðbundna formi eins og þessar og hinar sem eru svona vetrarlegar eru í kassalega forminu minni mig. Þannig að þið bara kíkja á það ef þið hafa áhuga, ef þið vantar að gjöf fyrir prjónarann eða heklarann eða hvað sem fyrir jólin, bara kíkja á það. En ég vil bara allavega láta ykkur vita að ég ekkert að fara að setja inn eitthvað svona. Ég fann það bara, ég gerði þessa sérpunktin á laugardaginn sem voru nokkrar töskur og það einhver sérstaklega við rennilásin, það einhver hreyfing þar sem eftir þetta handaði sem alveg rosalega. Þannig og þá líklega verða þetta samandraganlegar töskur sem ég geri ef að verður til að sleppa þessu ertandi þrepi. Já, þannig að það var það
já, bara yndislegt að hitta þér. Ég var alveg undir það búin að þurfa bara að sitja þarna og horfa á þær ef það hefði farið sem átti að fara með hendina. En í rauninni var það lán í ólána því maðurinn minn var orðinn veikur á 50. og ég náttúrulega var búin að stóla það að hann myndi hjálpa mér á sunnudaginn að bera og koma allir fyrir og svona. En af því ég fór ekki í sprautuna þá gæti ég farið bara einn suður og gert þetta og græja. Og já, þannig að það var svona lán í ólan. Og annað með þennan prjónaklúbb að reyndar í desember þá verðum við á öðru kaffihúsi en það allt þarna ef við viljum fylgjast með þá það inn á Tjarnardísar á Facebook. Og líka hann inn á Edinborgar síðunni á Facebook. Þar setur Rósa inn upplýsingar í sambandi við þessa hittinga. Við þurfum að vera sérst annar staðar í nóvember að hittast af því að kaffihúsið upptekið í leiksýningum fyrir börn, minnum mig, það Rósa hefur sagt. Þannig að, já, þetta bara það sem búið að vera að ganga á hjá mér og ég enn að bíða eftir pakkanum frá Kanada. Ég bara ætla að vona svo innilega að hann fara að skila sér. Það eins og við vorum að tala í gær að það eins og að segja sko þegar maður sendir til Kanada að fá vörur frá Kanada, það eins og að segja að fara með þetta á milli á árabát, þetta svo lengi á leiðinni. Ég reyndar þegar ég sendi til Kanada þá tók það ekki nema viku sem var bara ótrúlegt en kannski betra að vera viðtakandi í Kanada heldur en hitt og svo sem að senda mér á móti, það sérst komið á 3. vikan búin, 4. vikan komin í gang. Ég sendi á föstudaginn fyrir rúmri viku síðan, þá sendi ég pakka til Nínu Philip til Bretlands og hún var búin að fá hann á mánudagskvöldinu. Það fór hérna frá Akranes á föstudaginn og hún var komið með hann í hendurnar á mánudagskvöldinu. Þannig á þetta að vera. Ekki 4, 5 eða 6 vikur á leiðinni. Og það var eins og ég fekk pókan frá Mrs. Brown, hann var óra lengi á leiðinni. Þannig ég hann svolítið óþreyjufull að fá gatnið mitt. En það kemur. Og svo að koma gatt frá Bandaríkjunum á föstudaginn með systur minni þannig að ég get allavega sýnt ykkur það vonandi á mánudaginn eftir viku. En ég ætla samt ekki að lofa endilega að það komi neitt. Ég man bara hvað mér leiði ógeðslega illa síðast þetta var gert við hendina á mér. Og kannski verið bara ekki í stuði. Þá bara sjáu hvernig landið verður. En þáttur númer 50 er komin að endalokum. 50? Þetta er fáránlegt. Við erum alveg að vera 200. Það var æði ef þið gæti hjálpa mér við að koma þessu í 200. Og stóðu það sé ekkert eitthvað. Skipta öllu máli, það voru bara gaman. Og já, ef ekki bara ljúka þess á þeim nótum að ég sé búin að tala við ykkur í rúma 50 klukkutíma á rúmu ári og búin að eignast svo mikið að dásanlegum vinum í gegnum þetta allt saman og búið að opna augum mín fyrir svo mörgum frábærum hlutum að ég gæti ekki verið þakklátari fyrir það. En ég óska ykkur það bara góðrar og gleðilegrar handavinnuviku og við sjáumst fljótlega. Takk fyrir og bless bless.